Við þriðja bókasafnsstarf sem við haldum hérna. Og mér langar að þakka bókasafni Landsvirkjunar fyrir að taka á móti okkur. Takk fyrir það. En upplýsing í samstarfi bókasafni í Íslandi hefur haldið bókasafnsdaginn núna, og þetta núna á mánudeginum 9. september í tilefni af því það var dagur læsis í gær. Við ætlum að tengja okkur við þann dag. Og við erum með yfirskrift dagsins, eða svona lestur er bestur, spjaldan á milli. Við erum verið að tengja okkur rosalega mikið við lestur á þessum degi. En við ætlum bara að vinda okkur beint í þetta. Óskar Þór Þráinsson hefur verið að vinna að vef til næsta dags, bókasafn.is, sem margir kannast við af því við erum búin að eiga þetta svolítið lengi og ekki gert við það. Og af því tilefni báðum við Illuga Gunnarsson, menntamálaráðherra, að opna þennan vef formlega í dag. Og við viljum byrja þá að koma henni, Óskar Þór og Illuga. Gjör svo. Ég verði það. Þá ætlum ég náttúrulega að segja örfá orð. Fyrirgefið þið að ég var aðeins seitt fyrir. Ég vil geta borið fyrir mig umferðina, það var ekki alveg það. Ég vil geta borið fyrir mig að ég hef vaknað á seint, það var ekki það, ég vaknaði klukkan 6 með villustöppunni. Heldur hitt bara ég var svo lengi á stað. En ég ætla að óska ykkur til hamingju með þennan dag. Og ég þarf auðvitað ekki að segja það í þennan bók hér, hversu mikilvæg starfsemi fer fram í bókasöfnum landsins. Ég var að hugsa það gærkvöldi þegar ég var svona aðeins að undirbúa mig fyrir daginn. Hvað var sem að mér langaði að segja hér. Og það flaug mér í huga að svona þegar maður horfir nú á mannkynssöguna og velti fyrir sér þeim mörgu stóru atburðum sem að yfir mannkynið hafa dunið, ef maður má nota það orðalag. Og það svo að þegar maður horfir yfir þetta, þá staðnæmist maður aftur og aftur við einn atburð í fornaldarsögu sem að manni finnst einhvern veginn svo alveg hörmulegur, og þið vitum auðvitað hvað ég ætla að segja núna. Það auðvitað þegar bókasafnið í Alexandríu brann. Og maður hugsar það hvernig sennilega mannkynsagan hefði orðið öðruvísi og önnur ef þessi atburður hefði nú ekki átt sér stað. Þá kannski dregur það fram svolítið mikilvægi þess að halda utan um söguna, halda utan um gögnin, halda utan um það sem hefur verið hugsað, þannig að komandi kynslóðir geti bæði átta sig á því sem á undan hefur verið og nýtt sér það til þess að búa sér til góða framtíð. Það einmitt verkefni bókasafna, í það minnsta öðrum þræði, að undirbúa okkur undir framtíðina. Að undirbúa okkur undir það að takast á við hið óorðna með söguna og uppsafna þekkingu þeirra sem á undan okkur hafa gengið á fyrir svo utan auðvitað skemmtanekinn sem að er ótvírætt í það minnsta fyrir þá sem að hafa gaman að lesa bækur. Og það er auðvitað eitt sem við höfum öll áhyggjur af, að manni finnst svo að það sé að fækka pínlítið þeim sem að hafa gaman að því að lesa, í það minnsta í yngri hópunum, og það er þess vegna sem að dagur læsisins er svo mikilvægur, að reyna að hvetja ungt fólk til þess að njóta þess sem upp á boðið í öllum þessum bókum. Vefurinn hér sem við opnum eftir örskamma stund er auðvitað heilmikil framför eins og öll þessi tækni er. Ég er þó þeirra skoðunar, og það er kannski gamaldags, að ég held að þetta kunni aldrei koma alveg í staðinn fyrir bækur. Allt saman öll þessi tækni, rafbækur og hvað það heitir. En það auðvitað er svo að heimurinn er að breytast. Tækni gerir það verkum að bókin sem slík, þessi sem maður heldur á, hún kannski á meira undir högg að sækja. Þó held ég að það sé í það minnsta nokkuð langt í það að menn missi þá tilfinningu, því nú talum við bara út frá sjálfum mér,
sem því fylgir að sitja með bók í hönd. Það er öðruvísi tilfinning heldur en að hafa rafbók eða net. En bókasöfnun auðvitað aðlaga sig breyttum aðstæðum og breyttum tíma og stór hluti starfseminnar er auðvitað orðin miðlun rafrænna upplýsinga og rafrænt aðgengi og maður þarf ekki lengur að vera sérfræðingur í Dewey-systeminu til þess að geta fundið sér bók. Og reyndar langar maður að segja frá því hér að fyrsta starfi sem ég fékk, sem að, ég veit ekki hvort það var beint launað, það var heima á Siglufirði þegar bókasafnsvörðurinn þar, Óli Blöndal sagði, Illugi minn, þú kortið ert alltaf hérna, þannig sko þú gerir þá eitthvað smá gagn og notaði mig í það að hjálpa sér þegar hann var að setja upp Dewey-systemið, að brasa við það að raða spjöldum. Og ég get líka sagt það að margar af mínu bestu æskuminningum eru úr bókasafni. Ég bara eyddi alveg gríðarlega löngu tíma á bókasafni, en það voru alltaf tinnabækurnar þar og allt þetta. En án þess að nú að lengja þetta eða fara út í lengri frásögnar sjálfur mér, segi ég bara þetta enn og aftur til hamingju með daginn. Gangi ykkur vel með öll ykkar störf og til hamingju með þennan nýja veg. Ég er sannfærður það að hann á eftir að gagnast vel. Þá er það spurningin að opna og ég reikna með þessi hérna, það er ekki stendst hér. Já. Ok. Svona, á ég bara eitt tilbaka. Ég var komin inn. Eru þetta söfnin merkt inn á þetta? Já. Sem eru tengt við? Já. Hvað stendur 2 fyrir? Þá skal ég útskýra þessu. Hérna á forsíðunni þetta bókasafn.is sjáum við hvaða bókasafnun er í landinu. Þeim sem eru komin inn. Þannig að hér sjáum við að bókasafnun eru allstaðar. Þetta er bara einfaldur vefur. Það er skráð inn að verða allan öll bókasafn landinu. Þau eru flokkuð eftir safnartegundum og staðsendingu. Sem dæmi ef við skoða almennu söfn sem eru þá komið þið hér í lista eða ef við viljum skoða hérna niður á kortinu til dæmis getum við skoða hérna öll söfn sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Þá viljum við skoða upplýsingar um eitt safn. Þá erum við komið með upplýsingar um opnunartíma, netfang og allt svoleiðis. Og ekki flóknar en það. Það eru komin 50 söfn sem eru komin á skrá, öll helstu söfn á landinu. En næstu vikunar verðum við því að safna öllum söfnum á landinu sem eru, ég veit ekki nákvæmlega hvað þeir eru, allavega langt yfir 100. Þannig að það er bara næsta verkefni er að safna okkur saman öll á eitt stað og halda áfram að gera okkur sýnileg. Takk fyrir. Söfnin náttúrulega að setja sig þarna inn á sem það eiga eftir. En fyrirlesarinn í dag heitir Stefán Pálsson sagnfræðingur. Gjörðu svo vel. Ráðherra, ágæta samkoma. Við mér átt að kynna ykkur fyrir elsta vini mínum. Það er ekki bók, það væri klísja á svona samkomu. Meiri svona leikmunur. Þetta er gamli bánsinn minn. Ég hef verið svona 2 ára þegar ég eignaðist hann. Ég gæti sennilega hringt í myndir og náði að tímasetja það betur. En bánsinn heitir sem sagt Stalín. Stjáni, föðurbróðir minn, kom með nafnið af skömmum sínum, seldi mér hugmyndina og upp frá því þá gat bánsinn aldrei heitið annað heldur en Stalín. Þetta var foreldrum mínum takmarkað gleðiefni. Þau voru ungir, meðvitaðir, vinstri róttæklingar og
og ekki þótt að frekar vandræðilegt að fara á fundi og samkomur og alltaf skildi bánsinn vera með í eftirdragi og tilkynnti óspurðum fréttum hvað hann héti. Þegar við fórum í heimsóknir og gestabækur voru dregnar fram, ég sem sagt svo gamall að gestabækur tíðkuðust ennþá annar staðar heldur en í orlofshúsum stéttarfélaga, þá þurfti sem sagt alltaf að kvitta Stebbi og Stalín. Þegar Þjóðleikhúsið setti upp leikritið Stalín er ekki hér, þá brást ég alltaf illa við þegar ég heyrði leikhúsauglýsingar og átti erfitt með að taka Helga Skúlason leikara í sátt út af þessu tíma. Bánsinn Stalín er ekki bara langsóttur leikmunur í ræðu hérna á bókasafnsdeginum, hann er þvert nátengdur yfirskrift dagsins sem ég var beðinn að leggja út af í þessari ræðu. Lestur er bestur spjaldanna á milli. Og það væri metnaðarleysi að minni hálfu að staðnæmast við fyrri hluta titilsins, að komast að þeirri niðurstöðu á fundi með bókasafns- og upplýsingafræðingum að lestur sé harla góður. Þá var ég að predika yfir þeim trúu og gegndi ekki öðru hlutverki heldur en sem peppræðan sem samfæði mannskapinum að hann sé bara að gera nokkuð góða hluti í vinnunni. Svona virkar eins og ræðurnar á herrakvöldum hjá íþróttafélögunum, hvort sem það eru KR-ingar, Valsarar, Framarar eða Víkingar sem tala sig upp í að KR, Valur, Fram eða Víkingur séu vissulega bestir. Þannig við skulum staðnæmast frekar við seinni hluta slagorðsins. Það er þetta með spjaldana á milli. Ég mun sem sagt rísa til varnar bókaspjöldum, sjálfum kápunum. Það er sérstaklega mikilvægt nú á tímum þar sem margir ímynda sér að bókarspjöldin séu orðin úrelt. Þeim hafi verið skipt út fyrir tölvu, spjaldtölvu jafnvel. Þar sem að tækni gripur í sjálfur er orðin hið fjölnota spjald sem hefur að geyma innihald ótal bóka. Á heimili í barnæsku minna vorum við bókahillur, nóga bókahillur. Það voru mest hansahillur á einhverjum tímapunkti í lok síðustu aldar eða aldamótin. Þá ákváðu Íslendingar að asbest og hansahillur væru stórhættuleg fyrirbæri sem þurfti að losa sig við hratt og örugglega. Öllum hansahillum var fargað bara jafnvendilega og asbestinu. Þar til að það leyti sem að menn voru búin að keyra síðasta farminn á Sorpu, þá fengum menn bakþanga og í dag þykir ekkert eftirsóknarverðara heldur en hansahillur á barnaland síðum internetsins. Og mér skilst að gangverðið á svartamarkaðinum sé það sama og á tískutópinu Molly. Og endanum í neðstu hansahilluröðinni í svefnherberginu þar sem að við fjölskyldan sváum öll, sem var samt í grunninn ekki svefnherbergi, þetta er stofa, því að öll hús sem voru teiknuð á Íslandi fram til ársins 1980, þau voru þannig útbúin og þau innihéldu eldhús, baðherbergi og svo samliggjandi stofu og borðstofu. Ef að fleiri herbergi voru fyrir hendi í húsinu þá fengu fjölskyldumeðlimir svefnherbergi. Samsagt eitt eða fleiri. Nema það að í neðstu hillunni þá blasti við í hvítri kápu með rauðum stórum stöfum ævisaga Stalíns. Full færsla með félagskapin sem ég er staddur í, sem sagt Stalín 1879–1944, þetta J.T. Murphy, Sverrir Kristjánsson þýddi, útgefandi Kristján Júlíusson árið 1975, Djúi-skráning á þjóðabókhlöðu 323147 sta, Borgarbókasafn aðalútibú 994 sta-mur. Þessa bók varð ég að lesa. Leið mig var ljóst að hún fjallaði nafna Stalíns vinar míns og þá fór ég fram á hún í lesin sem kvöldsaga. Foreldrar mínir neituðu. Töldu líklega nógu slæmt að eiga son sem færi allt og fræddi ókunnugum að bánsinn hans héti eftir einhverjum allræmdasta einræðisherra sögunar og ætlaði ekki taka sénsinn á barnaverndarmáli eða fara gassbröð á leikskólanum Grænuborg að kvöldsagan fjallaði birtingu bolsévíka. Þetta var líklega skynsamlegt mat, ég hafði gaman á þessum árum að tala pólitík á leikskólanum, var búinn að sannfæra nokkra félaga mína að best væri að halda með óháða frambjóðandanum Andersson á móti þeim Reagan og Carter í bandarísku forsetakosningum 1980. Þeir hefðu betur kosið Andersson. Stalín 1879–1944 fekk að bíða upp í hansahillunni í nokkur ár. Það var reyndar ekki fyrr en ég fór að undirbúa þennan fyrirlestur og sló honum upp í leiti að ég fattaði að bókin endaði samsagt árið 1944. Sem skýrir það hvers vegna í minningunni hún svona hafði svo frekar hamingjusaman endi allt saman. Bánsinn Stalín hann endaði upp í hillu og við tók þetta sérkennilega mótsagnakennda samband barna við gömlu eftirlætisleikvöngin sín sem þau telja sig vaxin upp úr en finnst leið að þau séu að svíkja gamlan vin. En þó Stalín Bangsi væri komin upp í hilluna þá lifði áfram þráhyggjan að taka Stalín bókina niður úr hillunni og veturinn áðurinn var 8 ára og lét ég mig hafa það. Stalín eftir J.T. Murphy var fyrsta fullorðinsbókin sem það hefði verið keppin.
Ég veit ekki hvernig ég náði að berja mig gegnum síðunar 337 eða hversu mikið ég skildi, en einhvern veginn kláraðist bókin, spjaldan á milli. Og hvort sem ég öðlaðist meiri skilning á uppvexti Georgíumannsins, áformum hans að verða prestur eða vel heppnaðri framkvæmd fyrstu 5 ára áætlananna, það verður sjálfsög aukaðrið, ég vann sem sagt sigur á kilinum, sigur á bókarspjöldunum upp í hillu. Samskipt mín við bækur hafa nefnilega oft verið með þessum hætti. Þær stara á mig, ólesna niður úr hillu og augra mér, jafnvel svo árum skipti þar til ég tel í mig kjark, gríp þar og les. Hillurnar mínar eru fullar af bókum sem ég hef aldrei lesið en keypti fyrir mörgum árum, vitandi að ég hefði gott af því að lesa það. Og vitandi að ef þær myndu stara á mig nógu lengi, kæmi af því að ég stykki á fætur og rökbæði þeim af. Og svo stund getur komið skyndilega, einhvern þessara daga mun ég lesa, svo ég taki af handa á hófi bækur sem að búndu á mig á meðan ég skrifaði hennar ræðustúf, til dæmis Nýtt fólk, doktorsritgerðina upphaf sósíalískrar hreyfingar eftir Annvegu Kristjánsdóttir, algengt númer 322,5 rak nýtt, Inventing Accuracy, bókum sögu miðrakerfa fyrir langdra kjarnorkuflugskeyti eftir gamla Edinborgarprófessora minn, Donald Mackenzie, fæst á 4. hæð þjóðarbókhlöðunar 385.174 mark, eða Behind the Curtain eftir Jonathan Wilson sem lýsir ferðalagi á knattspyrnuslóðir í Austur-Evrópu seint á 9. áratugnum. Bók sem hvergi fáanleg á íslenskum bókasöfnum sem sjálfur sér áfellisdómur stöðu innkaupamála og ætti að verða ráðherra sem hér viðstaddur umhugsunarefni. Þegar ég hugsa feril minn sem lesanda það ekki fjarri því að minnisstæðustu bækur sem ég hef lesið hafi einmitt oftar en ekki verið bækur sem sóttu mig frekar heldur en ég næði í þær. Kölluðu á mig ofan úr hillu, ýmist með grípandi titli, óvenjulegum lit á kápu eða myndu utan á spjöldum. Bækurnar sem ég las ekki vegna sem ég hefði nokkurn tímann sjálfur farið og sótt mér þær á bókasafni eða keypt í bókabúð, heldur að þeir voru þarna. Heima hjá foreldrum, af og ömmu, yst í hansahillum í íbúðum vina minna, áður heldur en að menn uppgötuðu það hversu hættulegar hansahillur væru. Frans Rotta, eftir Piet Bakker, íslensk þýðing Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, útgefin Helgafell 1947, algeng GUS-skráning 893.313 Bak, fellur undir þessi skilgreiningu. Hollenskt melodrama utangarðsungling sem beittur ofbeldi af siðlausri og drikkfelldri móður sinni. Samfélagið snýr allt við honum baki nema einn, kennari hans og sögumaður bókarinnar. Skringilegur titillinn og stílhrein Helgafells-kápan hefðu aldrei dregið með þessari bók á bókasafni eða á bókamarkaði. En bara með því að vera þarna, upp í hillu hjá Afa heitnum, sem átti helling af bókum, meðal annars frá Langafa sem var sósíalisti og guðfræðingur, að því hann langaði að vera stærðfræðikennari, lögsaga segir hann síðar, þá dróst ég sem sagt að þessari bók að lokum. Frans Rotta var nú ekki á nokkurn hátt sérstaklega merkilegar bókmenntir, þrátt fyrir að vera reyndar stór í Hollandi, eins og komst á Wikipedia í gærkvöldi. Það uppgötvaði reyndar líka að Piet Bakker hann átti alnafna sem var kanóræðari, seint á 5. áratugnum, líka hollendingur, vann til Ólympíuverðlauna og flokkar á Wikipedia í undirtitilinn Possibly Living People, sem nýjasti uppáhalds undirflokkurinn minn á Wikipedia. Og maður veltir út í hvað þú þarft að uppfylla til þess að komast inn í þetta, maður fyrir að rifjast upp gamansagan það þegar rithöfundur Dorothy Parker frétti af því að Calvin Coolidge, Bandaríkjaforseti, hefði dáið og hún svaraði, hvernig vita það? Þannig að mögulega hefði Coolidge fallið undir þessa skilgreiningu. En Frans Rotta var mér ógleymanleg bók af því að hún endaði illa. Tómu svartnætti, titilpersónan á leið í unglingafangelsi eftir að hafa drepið móður sína, vínasnauður og útrópaður. Og svo er bókin bara búin. Þetta var sjokk. Ég hefði aldrei áður lesið bók sem endaði illa og á ósanngjarnan hátt. Fyrstu viðbrögð voru þau að mér fannst ég svikin af bókum almennt. Og í mörg ára þá hugsaði ég á ránsleiknina gegn Frans Rottu og enn í dag fæ ég örlítið magan við þetta nefna nafn hans. Það var ekki fyrir mörgum árum síðar að ég var að blaða í lúnum pappírum að ég fann tuskuleg bókaspjöld, ekkert innvolsreyndar, þetta voru kápublöðin af uppvaxtar árum Frans Rottu, Helgafell 1948, Djúi í Borgarbókasafni, bak upp, ekkert númer, það var skrítið reyndar. Ég veit ekki hvort að þið erum að fatta sem sagt á þessum tímapunkti, en þetta er svona ákveðin vísu í Reykjavík 101 eftir Hallgrím Helgason, þar sem að allar kvenpersónur fá svona verðnúmer fyrir aftan. Þetta er svona Djúi vísum. Skemmtilegt.
En sem sagt, ég var þetta óskaplega fegin og glaður við það eitt að uppgöta að það væri til framhaldsbók Frans Rotta, rétt að þetta gæti náð fram að ganga. Frans Rotta yrði jafnvel oddviti, eins og reglulega var tekið fram í bókunum Emil í Kattholti, B839.73 Lind, sem sagt, sem að var reglulega tekið fram í lokin svona þegar að lesendur voru til verulega áhyggjufullir framtíðarhorfum þess að óstýrivata drengs í Smálöndum. Mörg ár þá hef ég ætlað að næla mér í framhaldsbókinu og lesa og jafnvel líka þriðjabindið sem að Wikipedia segir mér að sé til á hollensku og það væntanlega á einhverjum tungumálum öðrum kom út árið 1946 þar sem að Frans Rotta gerist andspyrnumaður í stríðinu og salla niður Þjóðverja. En sem sagt, fyrsta skrefið yfir þá allavega að verða mig út þessar bækur og láta þau stara á mig í nokkur ára áður en ég leti tækslaginn. En úr því ég sem sagt að annað komið svona langt í opinberu játningunum, mér skilst þetta sé líka teipað og komið á internetið, þannig að ég mun aldrei geta svarið þetta af mér, þá get ég farið alla leið. Mögulega mun ég fá sem sagt uppörvandi kink, svona já, skil hvernig þið líður, eða þá bara samúðarfullt augnaráð, óbói, hann snar. En, svona þetta, ég á fullt af bókum og ég verð að hafa þær allar upp í hillu. Það eru 2 kassar af bókum og 1 af gömlum tímaritum sem eru vel að merkja öll meira og minna til inn á tímarit.is. Það slum sér réttur, ritstjóri Einar Olgeirsson, 305 rétt. Bækurnar í þessum 2 kössum ég er búin að fara ótal oft í gegnum þær og sannfæri við hvert einasta skipti að ég þurfi ekki á þeim að halda. Ég myndi henda þeim en mér hefði ekki verið innprentað svona rækilega sem barn þegar maður hendir ekki bókum. Engu að síður finnst mér ömurlegt að hafa þær ekki upp í hillu. Að það séu lokaðar inn í skúr við hliðin á verkefninu mínu. Og það er nánast sama hvaða verkefni ég er að vinna að, alltaf er undirliggjandi grunurinn að ég hefði gagn af einhverju bókana í kössunum þarna fram. Og ég þoli heldur ekki að hafa bækur í 2-3 röð. Jafnvel þótt séu ómerkilegustu kiljur, reyfarar á sænsku eða norsku, bækur sem að sem sagt, eins og ég segi, góði hirðirinn myndi bara afþakka með rökum hefur engin á þessu vinur. En þá bara tilhugsunum að það sé önnur bókaröð fyrir aftan og fremri óbærileg. Ég er í sífellu að rífa frá bækur og skoða einu sinni enn hvort það sé ekki örugglega einhver dýrgripurinn í aftarröðinni. Ég er hirðulaus að hengja upp málverk heima hjá mér, ég hef enga skoðun á gardínum og mér er nokkuð sama hvaða litatónn er valin á veggina, en ég ligg yfir því hvernig bókum er raðað. Hvaða bækur fer í stofuna, það eru íslensku skáldsögurnar, flottu kilirnir, teiknumdasögursafnið. Hvaða bækur fer í borðstofuna, sem er samt ekkert borðstofa, nema náttúrulega bara í teikningu arkitektsins. Og það hefur aldrei verið borðað frá því ég flutti inn í þessa íbúð og þó langtímamarkmið sem ég að kaupa borðstofuborð. Þegar að gildismatið í samfélaginu verður búið að breytast þannig að sjálfstætt starfandi sagnfræðingar og mannfræðingur með framhaldsnámi í fötlunarfræðum verða komnir á svima til laun. Hvaða bækur fara í langa mjóaganginn, þar eru reyfararnir. Hvað fer í skrifstofuna, /gestaherbergið. Þar eru ljótu, óinnbundnu bækurnar, ritlingar og tímarit og tímarit sem ég á ekki nógu stóru upplægi til þess að það líti virkilega vel út í hillu. Ég spyr mig stundum hvort þessi röðunarfasismi með hörðum gildisdómum útlit bóka sé alveg samræmanlegu því hvað ég er víðsýnn og femínískur vinstrimaður í stjórnmálaskólanum, algjörlega andsnúin útlitsstýrkun, fegurðarsamkeppni og feðraveldi, hvernig ég þá réttlægt að fyrir mér að raða svona miskunnarlaust í bókahillurnar. En ég reyna að beygja þessum vangaveltum frá mér. Bókahillur eru annað og meira heldur en hirstull að geyma bækur á sem minnstu rými. Og reyndar ekki einu sinni sem minnstu rými ef það er horft á IKEA og þá sérstaklega Billy-hillurnar frá IKEA sem eru svo ráðandi í vestrænum innanhúsarkitektúr að menn hafa jafnvel talað um að koma Billy inn í SE-einingakerfið. Og það þrátt fyrir þá staðreynd að herra Billy hatar bækur. Hver er hugsunin á bak við það að það séu ekki göt alla leiðina inn í Billy-skápinu, þannig að maður geti raðað þessu nákvæmlega sem maður vill. Á hverju er fasta hillan akkurat á þessum stað í miðjunni til þess að gulltryggja það að maður geti aldrei náð 6 röðum, þetta séu það alltaf bara 5 raðir sem er fáránleg nýting á pláss. Hvers konar samfélag er það? Hvers konar samfélag er það sem að útrýmir Hansa en tekur Billy opnum örmum? Erum við fólk sem á bara klingur, leirtau og kaffiborðsbæk? Ég spyr. En bókahillur eru sem sagt menningarleg yfirlýsing heimilisins. Það eru yfirlýsing bækur sem heimilisfólkið hefur lesið eða, í það minnsta í mínu tilviki, langar til að lesa.
Þegar ég er gestur í nýjum húsum, þá stoppa ég við bókaskápa, renni yfir kilina, yfir spjöldin, sem hafa þann möguleika á að kalla á mann ofan úr hillunni, sem að skráin sem búið að hlaða inn í spjaldtölvuna getur ekki. Helsti styrkleiki tölvunar er nefnilega líka hennar helsti veikleiki. Eins og það er gott að geta nota tölvuna til að finna það sem þú ert að leita, til að lesa það sem þú vilt lesa. Þess vonlausari er til að rekast á það sem þú vissir ekki að væri til, eða því langaði til að lesa yfir höfuð. Hvar verða kilirnir, hvar verða spjöldin sem kalla á lesandann neðan úr hillu í rafrænu lestrarsamfélagi? Við munum eftir sem áður geta valið bækur en geta bækurnar valið okkur. Lestur er bestur, segir yfirskrift dagsins, það vissum við öll. En spjaldan á milli, þessi sakleysislega viðbót, hún er pólitískari og felur í sér stærri spurningar en flestir hefðu haldið. Bækur eru flókið félagslegt fyrirbæri og það lifa og eiga sér tilveru, ekki bara rétt á meðan þau eru lesnar, heldur líka með því einu að sitja upp í hillu og minna þannig á sig sem fyrirbæri í bakgrunninum. Á samátt og málverkið á veggnum það talar til þín og sendir þið skilaboð, ekki bara rétt á meðan og þú staldrar við og gefur þið tíma til að horfa á það. Lestur er bestur, spjaldan á milli og gleymum því ekki að lesa spjöldin líka. Þau eru ekki minna atriði. Takk fyrir. Þetta verið góðan fyrirlestur. Skemmtilegt að heyra Dewey. Það er Dewey og danski Dewey til líka, sko. En Áslaug Óttarsdóttir, hún hefur verið að taka saman handbókavalið okkar sem störfum á bókasöfnum. Það er kannski rétt að enda þetta á því að sýna spjaldið eða veggspjaldið. Gjörðu svo vel, Áslaug. Góðan daginn öll, hamingju með daginn og gott að byrja daginn á því að hlæja svona, takk Stefán, þetta var mjög skemmtilegt. Og ég ætla líka að þakka kærlega fyrir þáttökuna í valinu á handbókunum og þetta var skemmtilega fjölbreyttur listi og ég var sérstaklega ánægð með það að bókasafnsfræðingatalið og handbóksskrásetjara og Dewey-kerfi skyldu komast inn og fengur fleiri en 2 atkvæði. Og þetta veggspjald sem við unnum þarna á Amtsbókasafninu á Akureyri, það er svona skemmtilega tímalaust líka, það er þetta að nota það hvernig sem er og nota þess að skreita í handbókadeltu og að gera stilla þá upp einhverjum bókum í dag hjá þessu plakati og er þið ekki öll búin að sjá þetta? Jú. Þannig að það hefur fleiri, það var 120 til það sem komu málust og það sem er stærsta letrinu, það er það sem fengur flest. Íslenska orðabókin var langvinsælust og svo þurfti í rauninni, þetta er ekki hávísindilega unnið, þurfti í rauninni að velja svolítið úr titla þegar það voru þar sem ekki fengur um 1 atkvæði. En ég finnst að koma mjög skemmtilega út, skemmtilega plagg. Hvað er þetta plagg? Þetta bara, ég sendi þetta á Skuldu. Já. Þetta er ekki búin að fá. Ég kannast ekki við þetta, ég hef ekki komist í póst. Nei, þá get ég bara líka að senda þetta. Áslaug, er þetta ekki útsett plaggat? Nei, það var bara prentað út. Já. Það var ekki sniðugt að halda inn á bókasafnarstrís? Jú. Þegar á upplýsingarverknum var þið sagt þetta? Já. Og bara að lokum þá vil ég líka taka undir með Hrafni grein í dag í Morgunblaðinu að það eru auðvitað allir dagar bókasafnsdagar og við óskum góðra skemmtunar í dag og vona að verið gaman hjá ykkur í ykkar söfn. Mig langar að biðja þá sem voru í undirbúningsnefndinni að standa upp fyrir bókasafnsdaginn og setja að klappa fyrir okkur. Ég er ekki að standa upp. Búið að þessu sinni og við munum halda áfram að eins og venjulega í næsta mánuði með morgunkornin og það verður sendur út upplýsingar. Það er framöndan upplýsingar. Takk fyrir.
gera þetta sem Aðeins að refreshja þetta. Já, það var svona hægilegt alls konar hlutum á bókasafnsins. Já, ég sé ekki bara sko að heimilta tímanum. Ég nefnilega var ekkert viss. Varst þú, glemdi þess ekki mjög kosti? Ég veit þú talaði margir hvað þetta á að vera. Já, gerði það. Ég sendi ekki hann. Eða glemdi svara, það fannst mér ekki ógrunlega. Já, ég veit það. Þannig að svo bara, sko, ég reyna að gera þetta svo Bjarni Andersson. bara steikglemdi ég þessu á 50. Svo allt í þetta er bara 100 spurningu. Það var svo tært. Já. Þannig að skoða þetta eftir. Tekka þessu eftir. Algjörlega. Það er bara í bandi við þig. já, hér. Varst því sem á þetta svona vegna þess að þetta er nefnilega svo það er verið svo stöðu já og hún er nefnilega svolítið snið og kemur líða langt á milli ég er ekki búin að vinna ná að vinna sömur með nei, svo þú að vera að vinna á milli og svo kemur hún með tekkar á þessu kemur hér á allt þetta já